Sælt eru fólkið og velkomin með mér í Glettur. Að þessu sinni verða Gletturnar helgaðar hússtjórnar og handverksskólanum á Hallormsstað. Það eru 85 ár liðin frá því að sá skóli var fyrst settur og það var haldið upp á það með mikilli veislu síðastliðna helgi. Ég ætla að tileinka þáttinn minningu móður minnar Huldu Gísladóttur frá Skógagerði en hún var eitt sinn nemandi í þessum skóla og talaði skóla, árin, skólan, stjórnendur hans og skólasystur með mikilli hlýju og virðingu. En við skulum byrja á því að fara svona aldarfjórðung aftur í tíman og ég ætla að sýna ykkur upptöku sem ég tók í skólanum fyrir það bil aldarfjórðungi. Förum í Hallormsstað. Skólinn tekur til starfa haustið 1930 í núverandi húsnæði, þá nýbyggðu, og hefur starfað nær óslitið síðan. Það voru hjónin Sigrún og Benedikt Blöndal sem áttu stærstan þátt í að koma þessum skóla á laggirnar og Sigrún var fyrsti skólastjórinn eða fyrsta skólastýran hér. Og hvernig aðsóknin? Aðsóknin var mjög góð í ár og hefur í raun og veru alltaf verið að aukast núna síðustu 3-4 árin og það er fullur skóli hérna núna, 22 konur. Og ég varð að vísa frá 1-3 sem að gjarnan vildu komast hér að. En nú heitir skólinn ekki lengur húsmæðraskólinn á Hallormsstað, heldur hússtjórnarskólinn. Já. Hefur það orðið til þess að karlmenn hafa sótt skólann? Já, allavega hafa karlmenn verið hér, að vísu alltaf í miklu minnihluta og sem sagt engin karlmaður hér í vetur, en í síðastliðin vetur voru hér 3 karlmenn af 18 nemendum. Og árið áður var hér 1 karlmaður, þannig að það hefur alltaf verið pínulítið eða svona aðeins það að strákar hafa sótt. Margrét, ennþá sama rómantíkin í kringum húsmæðraskólann? Þú ert hér með 22 ungar stúlkur, þið ekki umsetnar karlmönnum? Jú, þær eru það vonandi. Það má kannski segja að það séu hér samtök ungra manna á héraði sem að svona í gegnum árin hafa kallað sér vetrarhjálp sem að gjarnan flykkjast hér upp að skólanum á kvöldinu og helgar og brosa sínu blíðasta framan í stúlkurnar. Já, ég aðalega að sækjast eftir því að fá sjálfstraust í því sem ég verð alltaf að gera í gegnum lífið. Enda með öðru þvíumleikum. Einhvern veginn hefði ekki þótt afstætt að þú verður að fara í hússtjórnarskóla? Nei, ekki stúlkum á mínum aldri en mörgum sem voru svolítið eldri fannst þetta svona hálf hallærislegt af mér. Hvað ég þyrfti að vera að gera hingað, hvort ég get ekki bara lært þetta eftir bókum eins og það gera á sínum tíma. Karlmenni þurfti alveg endilega að koma hérna, þeir eru mjög gaman að sjá það verið hérna. Þeir þurfti að kynnast þessu líka. Ingibjörg, ekki skólinn með konum umsetting karlmönnum? Jú, við höfum aðeins fengið að finna fyrir því og okkur sagt að það komi til með að aukast. Við bara býðum spennt og svona flestu. Við byrjum eftir vetrarhjálpunni. Já. Er hún ekki vel að segja til sín þetta? Lítið. Þeir eru svo feimnis. Já, mjög svo. Þessi héraðsbúar eru mjög feimnis. Þetta algjör draumur, myndi ég segja. Það líka, þegar maður var hérna við vorum í barnaskólanum hérna í héraðinu, þá varum maður hér 1 viku þegar við vorum í 8. bekk. Og þá var þetta, manni fannst svo gaman að maður þetta lifir ekkert minni minningun. Við erum að koma fyrir Mái hérna í myndina með að fljúa inn í tungljósið. Og út frá hverju hefur þið gert þessa mynd? Það var ljóð sem við fættum hérna í bók eftir Tómas Guðmundsson. En fjærst í dýpstu myrkrum og lengra en augað eigi aðrið sofa rótt á urðarlausum flótta auða hafsins vegi á undan nýjum degi fer stakur már miðja vetranótt. Það eru mjög spenntar. Finnst þetta alveg virkilega skemmtileg handafan. Þetta eitthvað sem þær hafa ekki kynnst áður. Alveg nýtt fyrir þeim. Þú sagðir handavinna, nú voru þeir að sýna mér hér myndir sem það hefur verið að vefa. Er þetta ekki listgrinn? Jú, það náttúrulega getur verið það. Og hér eru áskaplega listrænar stúlkur innanum sem hafa mikið áhuga fyrir að vefa einmitt myndir. En það alltaf svolítið misjafnt hvort að það áhuga fyrir því. Mér langaði til þess að vita hvernig það væri. Mér hefur alltaf langað til þess að fara í hússtjórnarskóla. Nú þótti það ekki, hvað að segja, innan gæsalappa fínt
allavega ekki í tísku að fara í húsmæðarskóla hér fyrir svona 10-15 árum síðan. Heldur að þessi námskeið sé að vinna sér sess aftur? Ég veit ekki, það var þótti nú mörgum að þessi skrítið þegar ég fór inn á skóla. En það, ég hugsa að það séu margir sem að myndi vilja fara. Það væri fleiri skólar og svona. Þorir fólk að ekki að fara, hvað er hræðslu við umtal? Það er eitthvað svoleiðis, þetta hefur kannski ekki alveg byggt verið eitthvað töff eða eitthvað svona sem það vil kalla betra að fara í einhvern fjölbrautaskóla eða menntaskóla. Já, og svona var lífið í skólanum á Hallormsstað fyrir það bil aldarfjórðungi. En við skulum fara aðeins nær okkur í tíma og þetta sýnir ykkur búta frá upptöku sem ég tók þar fyrir það bil 2 árum. Þá er ég komin inn í húsmæðraskólan á Hallormsstað, skóli sem hefur lengi dreymt að komast í. Nú, ég reyndar ekki hérna nemandi eins og bara í stuttir í heimsókn, hvað sem síðan verður, en hérna hefur verið húsmæðraskóli síðan 1930. Reyndar heitir skólinn í dag Handvers- og hússtjórnarskólinn á Hallormsstað og er svona áfangaskóli í framhaldsskólakerfinu. Hér er skólastjóri Þráinn Lárusson. Þráinn, ert þú ekki eini karlmaður sem hefur verið skólastjóri í þessu skóla? Jú, það er víst. Það fór nú margar konurnar hérna í sveitinni þegar það gerðist. En ég held að sé allir búin að jafna sig á því núna eftir 11 ár. Hvað er þetta búin að vera lengi? Þetta er 11. árið sem ég er skólastjóri. Eða skólameistari heitir það víst, á framhaldsskólastígi. Hvað eru margir nemendur í vetur? Við erum alltaf með 24 nemendur. Og nægileg aðsókn? Alltaf, já. Það er yfirleitt biðlisti og komast færra en vilja. Þetta svæði sem þessi salur sem við erum í núna, þetta er kallað höllin, ekki rétt? Jú, það er minna má það ekki vera. Hvernig er það nátt tilkomið? Þetta er, nú segir sagan og er sönn, sko, að Halldóra gamla Bjarnadóttir sem að hún kom hérna það leyti sem að var verið að reisa skólan. Sagt er að hún hafi staðið hérna í tröppunni og hort hérna yfir, þá var ekki búið að skipta þessu niður, hér átti að vera veggir, þetta átti að náttúrulega eins og var byggt í þá daga, sko, þetta voru svona skonsur litlar og svona lítil rými og þá sagði hún og stóð hérna og sagði þessu verðið að breyta, það má ekki, þetta þarf að vera svona. Og þá var hún alltaf að horfa til þessu miðsvæði sem að, þó okkur finnist kannski svona salur í dag, eða svona svæði í dag er ekki mikið stórt og íbúrið, þá á þeim tíma þótti þetta náttúrulega bara... Þá hefur verið hér svona eins konar baðstofu stemning. Já, og hér var dansað í gamla daga og svona, og það var mikið slíkt, hér var haldin heilu böllin, sko. Ég heyri að það er líf og fjör í eldhúsinu, krakkarnir nýta sér það að skólameistarinn er að kjafta við einhver 13 mann, ef að labba í eldhúsi. Já. Eru krakkarnir duglegir að læra? Já. Það áhugasamir nemendur? Yfirleitt er það hér. Það er þetta komast ekkert upp með neitt annað, sko. Nei, það er harðstjórn. Já, það er mikill agi hérna og þarf að vera í svona mikill nálægð hvert við annað allan sólarhringinn, sko. Nei, þetta gengur mjög vel og hér læra það heilmikið í matagerð. Skiptist það á að vera í eldhúsi og í hannyrðum? Já, viku og viku. Hvaðan kemur þú í skólan? Reykjavík. Og hvað kemur til að þú ákveður að taka þau upp á Reykjavík og fara í skóla austur og hérað? Bara að prófa. Maður er ekki búin að tala um þetta og bara að prófa þetta. Og hver er reynslan? Serðu eitthvað eftir í að hafa farið? Nei. Skemmtilegur skóli? Já, mjög svo. Hvað kannski hefur komið þér mest á óvart? Hvað finnst þér skemmtilegast? Þetta er bara allt skemmtilegt. Þú getur sem sagt ráðlagt jafnöldurinn þínu til þess að fara austur á land og prófa þennan skóla. Já. Við erum komnir í höllina henn og aftur, hún er svona eins og hjartað í. Jú, hún er það. Og hér er gamall stígið upp á loftið þar sem vefstólarnir eru. Jú. Þetta er stígið sem að gæti nú sagt eina söguna að vera á skólanum. Heldur betur. Hér erum við komin í vefsalinn. Já. Þetta er það sem við kallum baðstofan. Já, enda er þetta eins og baðstofa. Já. Og þetta er í bara hinni upprunalegu mynd, þar að segja. Eru þessi stólar bara frá því að skólinn byrjar? Ekki það nú alveg. Sum eru nú nýjar og nýlegir, sko, en það eru gamlir hérna innanum. Lítur vefnaðurinn alltaf vinsælda? Já, mjög.
og enda skilja það. Þetta eru virkilega svona flottir og skemmtilegir hluti sem þau eru að búa til hérna uppi sko. Og svona eigulegi gripi líka sko. Kemur þú langt að hingað í skólan? Ég kem frá Reykjavík. Kemur á Reykjavík og hvað kemur til að ákvast að fara í skólan hér á Hallormsstað? Það er nú meira bara að læra að bjarga mér. Læra hluti sem kannski maður lærir ekkert þegar maður var krakki sko. Þú veist, að elda og prjóna og hekla og allt þetta. Þannig að ég ákvað bara að skella mér. Ég að gera mér teppi. Gólteppi? Nei, bara svona teppi til þess að vera með upp í sófa eða upp í rúmi og svoleiðis. Já, þetta er svona kósí teppi eins og þess. Já, þetta er svona meira þannig. Ég sé að svart er sennilega tískuliturinn í ár. Já, ég held að það sé búið að vera það dálítið lengi. Ég held að það sé búið að vera það í dálítið tíma núna. Þetta er svona, annars kemur svona ýmislegt líflegt líka innanum sko. En þessu meiri textildeildinu, þau eru ekki bara í saumaskap? Nei, alls ekki sko. Það er sko, það má segja að vísu sko að svona burðarásin í textilinum er fatasaumur, það sem er eins og þær eru að gera núna, eða þau. En síðan erum við líka með útsaum og hekl og prjón og vefnað, og svo erum við með svona eins og sniðtekning og slíkt líka sko. Mér langar til að læra eitthvað nýtt og hagnýtt sem hægt að læra fyrir utan skóla. Og já, það er nú bara líka að læra svolítið sjálfstæð og standa á eigin fótum. Og hefur skólinn staðið undir væntingum? Já, svona, jú, hann er mjög krefjandi og mjög meira krefjandi en til dæmis bara að vera á Akureyri heima á sér. En mér finnst ég hafa lært mjög mikið og bara þroska sem manneskja hérna. Hvað ert þú að sýsla út með títuprjóna og efni, hvað á að verða úr þessu? Það á að vera vendingur. Það er svona yfirhöfn eins og það. Og úr svörtu? Nei, þetta eru svona ullarefni og svo er svart fóður inni. Það er fóðrið, ég er að rugla þessu. Já. Hvaðan kemur þú í skólan á Hallormsstað? Ég er á Hafnarfirði. Kemur allavega á Hafnarfirði austur. Hvað kemur til? Mér bara hefur alltaf langað til að fara inn í skóla. Svo búa nokkru ættingar hérna líka sem skemmir ekkert fyrir. Þetta verður líka svona vendingur. Fyrir maður að gera kragan á þetta núna. Fóðra hann. Vendingur? Getur þú sagt mér nánar hvers konar flík það er? Þetta er svona, já, yfirhöfn eða kápa. Svona í lausari kantinum. Það verður svona einhvers glas slá. Hún gæti bara að prófa eitthvað nýtt, skipta umhverfi í smástund. Bara taka smá pásu frá venjulega lífinu. Og hvernig hefur það reynst? Þetta er bara ótrúlega gaman. Ég held að allir hafi gott að fara í svona. Ég kem frá Ísafirði. Kemur frá Ísafirði. Hvað kom til að þú ákvast að sækja skóla hér? Bara að langa að læra að sauma og elda meira. Og hvernig hefur gengið? Bara mjög vel. Hvað kemur til að þú tekur þessa ákvörðun að fara á Reykjavík og allavega austur á land til að fara í hússtjórnarskóla? Það er alveg bara því að mér langar að læra að elda og svo bara líka bara að reyna að vera sjálfstæð og líka því að þú veist ég er að leita mér íbúð og svona og mér langar að vera eins að geta kunnið þetta og svona. Mamma mín hefði mjög gaman að ég gera svona handavinnu og dáðst alltaf af henni að geta gert svona. Þannig að mér langaði til þess að prófa og læra þetta. Og hver er reynslan? Ertu ánægð? Já, mjög ánægð. Stundum erfitt en mjög gaman, ég hef mjög gaman að þessu. Og er þetta svona þolanlegar stelpur sem eru hérna með þér? Já, svona flestar. Menn að það líkar ekki öllum við alla. Nei, þannig er þetta nú einu sinni. Það líkar ekki alltaf öllum við alla. En næst skulum við heimsækja skólan á afmælishátíðinni sem haldin var síðustu helgi. Þar hittum við meðal annara Sigrúnu Blöndal, en hún er afkomandi Sigrúnar Blöndal og Benedikts Blöndal sem ýttu skólahaldinu úr vör á sínum tíma. Ég vona nú að skólinn eigi sér framtíð vegna þess að ég held að það sem er kennt hér og hefur verið kennt hér í 85 ár, það sé bara það sem allir þurfa að læra. Það er að hugsa sjálfan sig, sem sagt hugsa heimili, þrífa í kringum sig, elda mat og ég held að það sé bara lærdómur sem að nýtist öllum.
í öllum stöðum og stéttum og báðum kynjum að sjálfsögðu. Í dag erum við að fagna 85 ára afmæli skólasetningar skólans. Það eru 85 ár liðin frá því að fyrsta skólasetningi var, 1. nóvember 1930 og skólinn var hérna í Mjóanesi sem er bær hérna rétt hjá og þau komu hingað í skólan þegar var búið að byggja og fyrsta skólasetningi var þá og þá var húsið reyndar ekki alveg tilbúið en það var bara gert gott úr því sem var og í dag erum við svona bara með opið hús. Við erum að sýna það sem að nemendur eru að vinna að og gera og námið sem fer fram. Og á þessari önn erum við með 17 nemendur skráða í skólan og námið er bara ein önn sem áður var hérna 2 ára nám. Þannig að það er smá breytt. En í dag erum við með 6 stráka af 17, þannig að það er góður hópur. Það er svolítið breyting. Það hefur verið svolítið mikið að stelpur sæki í skólan en strákar eiga alveg jafn mikið heima hér eins og stelpurnar. Ég er að vefa verðarhús, svona teppi, þetta verður teppi. Ég hafi mikinn áhuga að læra allt það sem er verið að læra hér og það er mjög gagnlegt og nýtist mjög mikið til framtíðar allt það sem maður læri hér. Mér líst mjög vel á, mun betur en ég átti von á sko. Og mun skemmtilegra, skemmtilegt fólk. Maður er búinn að eignast vini út lífið hérna. Þetta auðvitað eiga menn að læra þetta heima hjá sér en við vitum að okkur gengur misvel með börnin okkar að kenna þeim að þrífa, já, segjum nú bara baðherbergi og svoleiðis og hvað þá að þau læra að bursta skó eins og þau læra hér. Og svo bara er þessi almenna þekking að geta fest tölu og ég tala nú ekki um að sauma föt og hefur nú verið bara býsna mikið í tísku og læra að prjóna og hekla. Og ég held að það skiptir máli bara upp á heilsu fólks að sé fært að elda, handa sér frá grunni, góðan mat. Þetta er það sem er kennt hér og fer aldrei úr tísku. Ég læri að vefa, prjóna, hekla, sauma og síðan að elda og síðan að þrífa, bara svona venjulegt heimilishald. Ég er í fatasaum, matreiðslu, ég er í vefnaði, búið með það reyndar og síðan erum við í örverufræði, við lærum að pússa skó, bara allt svona til að komast að, svona, til að búa einn og þannig. Það er mjög gott félagslíf og við passum mjög vel upp á hvort annað og við erum öll mjög góðir vinir. Við erum eini skólinn út á landi sem erum eftir af húsmæðraskólanum eða hússtjórnarskólanum og svo er einn í Reykjavík. Því ég hafi meira áhuga á að vera á heimavist og vera í sveit, í skóginum. Ég heillaðist af umhverfinu og fegurðinni hér á Hallormsstað og hvað er rólegt og bara yndislegt að vera hér á. Mér langar að komast burtu, svona, vera á einu vegu og mér fannst bara komast í sveitina aðeins frá borginni. Mér leist mjög vel á það. Það er alveg ljóst að húsmæðraskólinn á Hallormsstað hafði á sínum tíma mikla þýðingu fyrir Austurland, sérstaklega þó Fljótsdalshérað. Nú minntust áðan hérna á vetrarhjálpina svokölluðu en bændasinnir og héraði voru eins og gráir kettir í kringum húsmæðraskólann á sínum tíma og sennilega eru þeir það enn. En þetta var til þess að margar námsmeyjar sem komu kannski langt að í skólan fóru hreinlega ekkert heim aftur. Og þetta var til þess að endurnýja blóðið í héraðsmönnum. Það skiptir auðvitað rosalega miklu máli fyrir staðinn, fyrir Hallormsstað og ég held að þetta hefði skipt ómældu máli fyrir Austurland í gegnum tíðina vegna þess að hér komu svo mikið af stúlkum það voru náttúrulega bara stúlkur sem komu hérna og ef við bara hugsum okkur alltaf góða blóð sem okkur hefur borist hér og góða áhrif sem við höfum fengið öllu landinu þá held ég að þetta hafi náttúrulega mikla þýðingu fyrir landshlutann. Við höfum okkar gildi hér og þau eru virðing, vinátta og vandvirkni og leggjum mikið upp úr því að vanda verkin sem við tökum okkur fyrir hendur.
já, ég held að það sé alltaf fyrir ákveðin hóp nemenda þá á þetta að vera ágætur valkostur. Og þetta ekki dýrt nám, þetta tekur ekki langa tíma, þetta eru 3 mánuðir eða 1 önn sem geta verið hér. Ég held að læri býsna mikið og við fáum býsna mikið fyrir peningana og á þeim tíma sem að fólk eyðir hér. Bara í þessu ágæta umhverfi og nýta sér að vera í skóginum og svo að við erum mjög þakklátt fyrir hvert ár sem skólinn starfar. Ég tel að framtíð skólans sé mjög björt. Hér eru flottir nemendur og flott aðstaða og húsið gamalt með góða sál og hér líður flestum mjög vel. Umhverfið er rosalega fallegt og mikil tækifæri, möguleikar. Þannig að framtíðin er björt. Já, vorandi er framtíðin björt fyrir skólan á Hallormsstað sem í gamla húsinu sem Guðjón Samúelsson teiknaði á sínum tíma og stendur nú til að fríða húsið að stærstum hluta. En það hefur verið einstök, vetrarblíða að undanförnu, stillur á Héraði og Hjalti Stefánsson, myndatökumaðurinn minn, hann fangaði þessa stemningu í gær. Og það fyrir vel á því að spila lagið Vetrarsól eftir Gunnar Þórðarsson með þessum myndum en textinn er eftir Ólaf Hauk Símonarson. Og það hún Harpa Björk Birgisdóttir sem syngur með hljómsveit Gunnars Þórðarssonar. Þetta upptaka frá því vor sem tekin var í Hofi á Akureyri. Hvers virði er allt heimsins prjál ef það enginn hér sem stendur kyrr aðrir hverfa á braut sem við þér jafnan vel og deilir með þér gleði og sorg. Þá áttu minn en ekki
þá verður ekki fleira í Glettum að þessu sinni. Ég þakka ykkur samveruna í dag og minni á að Glettur verða aftur á sama tíma á fimmtudaginn kemur. Glettur eru alltaf klukkan 18:30 á fimmtudögum. Sjáumst á fimmtudaginn kemur.